Ríkisstjórnin vill vinna upp viðhaldsskuld í vegakerfinu og útrýma einbreiðum brúm á þjóðvegi 1. Ný samgönguáætlun var kynnt í dag. Seyðfirðingar segja það svik að skyndilega hafi verið hætt við göng undir Fjarðarheiði. Þetta er bara blaut tuska í andlit allra Seyðfirðinga. Fjármálaráðuneytið hefur til skoðunar hvort breyta þurfi lögum tryggingamiðlar og samskipti þeirra við viðskiptavini. Hagfræðiprófessor segir þá beita siðlausum vinnubrögðum sem sé til skammar og hafi viðgengist árum saman. Viðræður frið í Úkraínu eru ekki komnar á góðan skrið þrátt fyrir stíf fundahöld. Utanríkisráðherra segir það verða að vera öllum NATO-ríkjunum ljóst, líka Bandaríkjunum, að Rússland sé óvinurinn. 4 menn sitja í gæsluvarðhaldi grunaðir að tengjast umfangsmiklu fíkniefnasmygli. Mikið af hassi og kókaíni fannst í 2 bílum í sömu ferð Norrænu í síðasta mánuði. Magnús Orri Arnarsson hlaut hvatningarverðlaun ÖBÍ réttindasamtaka við hátíðlega athöfn í dag á alþjóðadegi fólks með fötlun. Framtíðin þeirra sem láta drauma sína rætast, það er bara þannig. Komiði sæl. Fjarðarheiðargöng hafa verið slegin af í bili og Fljótagöng komin efst á lista. Samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 var kynnt á blaðamannafundi í dag. Áætlunin byggir á víðtæku samráði og boðar skýra stefnubreytingu þar sem stjórnvöld snúa vörn í sókn í samgöngumálum.